Þá það borgarmálin, við erum búin að vera svolítið að ræða þau undanferðum, en gera ennþá meira á næstu vikum. Við lítum á kosningar sem lýðræðisvislu og það gefur okkur tækifæri til að ræða mikilvæg mál, ýmiss konar fólk. Og hingað komnir tveir herramenn, Sigfús Aðalsteinsson sem fasteignasali og Baldur Borgþórsson sem ráðgjafi. Og þið eruð á lista. Okkar borg heitir framboðið. Já. Já, og þú ert í fyrsta sæti, Aðalsteinn? Nei, Sigfús. Sigfús fyrir ég. Og Baldur í öðru sæti. Jú, það stemir. Og svo ykkur Kall í þriðja sæti. Já, það hann Hlynur Áskelsson. Já. Hann framhaldsskólakennari og þið skammist ykkur ekkert við það að ræða ykkur 3 kallar hérna fremst? Nei, þetta kemur þannig til að við erum nú með góðan og öflugan hóp kvenna í okkar sveita sjálfsögðu líka. En þetta í raun að þeirra kröfu, þannig að og það vilja kallarnir séu fremst? Já, það vildu setja okkur fram í, sko. Þannig við litum til leiðast að... Já, við segjum ekki alltaf já þegar konum það segir. Eftir á semi kvenna. Þetta einhver leiti svona spin-off eins og sagt frá Ísland þvert á flokka, ekki? Þið hafi verið það, þið hafa komið hingað að tala um það. Jú, við hefum verið hér að tala um það líka. Jú, þetta að vissu leiti, þetta kemur sjálfur sér eftir þá vinnu og svo vinnu svo sem alveg í fullu gangi, en þetta sjálfur sér samt aðskilið mál. Þetta ekki tilheyrandi þvert á flokka en að vinna í ekkert ósvipuðu málum. Var það hugmyndin á bakvið þá, ef að segja hreyfingu, að bjóða fram? Sko, ég upphafi þegar sú hreyfing skapaðist, hún skapaðist nú bara í hægindastólnum og tölvunni, sko. En óks hrikalega rætt. En það var aldrei hugmyndin að henni þannig, en eftir miklar óskir þeirra sem að voru þarna í kringum okkur, þá taldi fólk að það veri rétt að koma sér að í borginni. Og það er það sem við ætlum að reyna. Herðu, og stefnan ykkar, hún tekur mið af þessum kröfum sem að þið voru með á Austurvelli á sínum tíma. Það listað upp í 7 svona þætti og númer 1 það hælisleitendamál. Já. Ég líti á að þið teljið vera mikilvægustu mál sem að samfélagið stendur frammi fyrir. Já, við þar sem að við, eins og ég sagði við, þá sprettur þetta svona vissu leiti upp úr þeirri vinnu. Og við teljum bara sem svo að það þurfi að skoða þessi mál, það þurfi að vinna í þeim og þar að leiðandi setjum við minnst að kosti 1 liðinn af því sem við erum með. Þetta efst á blaðið. Efsta málið og sérstaklega sprottið út frá því og þar teljum við bara að stjórnleysi sem á landamærunum. Það á ábyrgð Alþingis. Nú hefur við oft bent á það hérna við rauðaborðið að hælisleitendur fer mjög fækkandi. Þeir eru núna eitthvað þriðjungur af því sem hann var fyrir 3 árum. Já, en ekki réttar tölur. Ertu búin að sjá fjölgun á síðustu 4 mánuðum? Ég held að það hefur ekki kíkt á hana. Við förum reglulega yfir þetta. Já. En það er talsverð fjölgun á síðustu 4 mánuðum. Það var yfir fleiri sem komið á síðustu 4 mánuðum heldur voru í fyrra, en miklu færri heldur en árið þar á undan. Og þeir sem eru að koma núna, það eru 71% sem eru að koma frá Úkraínu, þannig að viljið hætta að taka við fólki frá Úkraínu? Nei, við höfum ekki sagt það. Við erum alveg tilbúin að hjálpa fólki, en það þarf að endurskoða þetta. Þið viljið halda áfram að taka við fólki frá Úkraínu? Ég held að Úkraína sé alveg velkomin, svo fremur sem að það fólk komi hingað þá til að vinna með okkur. Vinna með ykkur í? Í þessu þjóðfélagi sem við erum í. Á það ekki við þá sem eru að koma hingað? Ekki alla, alls ekki. En hvernig veistu það fyrirfram? Vegna þess að ég er búin að skoða kannanir og annað slíkt. Hvernig veistu það fyrirfram að því að við erum ekki öll að vinna Íslendinga? Við erum búin að taka móti Úkraínubúum í mörg ár, sko núna 2 ár. Þannig þú vilt halda áfram að taka Úkraínum? Já. Og það er 71% af þeir sem eru að koma? Þú veist alveg hvað það þarf ekki að snúa út úr því, sko. Ég er ekki að snúa út úr því. Jú. Ég er að vitna í tölfræði frá Útlendingastofnun. Já, ég er líka að vitna í hana, sko. Já, ég skoða hana líka hverjum degi, sko. Og ég sé það alveg, það er það sem við meinum hér, ef að til dæmis Reykjavíkurborg, og það er náttúrulega bara liður okkar hérna númer 2, að ef við segjum upp samningum við stofnanir ríkisins, ef að Reykjavíkurborg, ef við færum þar inn og við gerðum það, þá var alveg ljóst mál að það myndi skapast glundroði í landinu. Það er ekki vali. Ef Reykjavík hættir að sinna þessu málefni. Og þið viljið glundroða? Við erum ekki að tala um það. Við viljum bara að þessi mál verði endurskoðuð.
Við erum lokað þessu landamærum okkar í bili. Já, þið viljið Reykjavík segja upp samninginu við móttöku flóttamanna sem að langstæstu leiti eru fólk frá Úkraínu sem að þið verið samt vilja taka móti, en þið viljið ekki að Reykjavík sinni því. Nei, sko, við viljum bara segja þessu upp og fara í viðræðu við þessi stjórnvöld sem að taka móti þessu, það á þeirra ábyrgð. Þetta snýr náttúrulega það kom ekki til Reykjavíkur og séu þá hvar á þjóðlendum upp á hálendi. Tilvitninu með þetta fyrsta mál sem að þó að sé í fyrsta sæti þetta ekki stærsta málið að neinu leyti, þetta allt jafn mikilvæg mál en tilurðin að þessu fyrsta máli á dagskránni með að það segja upp þessum samningum einfallega svo að eina á kröfunum hjá okkur í fyrra var að það gert hlé á móttöku hælisleitanda meðan að stjórnvöld næðu tökum á málaflokknum. Og ég spyr alltaf Úkraínu vegna þess að megin þorrin frá Úkraínu. Já, ég veit það, en það er nú svona upp og ofan hvernig hefur gengið með Úkraínumenn og þá sem hingað á komið og í sömu tilfellum þeim samkvæmt því sem ég hef heyrt, nú vil ég ekki fullera neitt en það er náttúrulega ekki gott að það vera að hóla fleiri 150 manns niður eitthvað stáður út í auðun út á landi. Bifröst til dæmis? Já, við erum að tala bifröst og annað það segir okkur að þetta er komið í óefni og það er ástæðan fyrir þessu fyrsta máli. Já, við viljum gera það vel og þess vegna þarf að gera hlé og þetta er okkar þrýstingur ef við komumst til stjórnar í Reykjavíkurborg. Það er að segja upp þessum samningum þannig að þið getur ekki gert þetta betur ef þið segið upp samningnum. Jú. Þá verða þeir að taka stjórn á landamærunum að hætta að veita hæli. En það leysir ekki, eins og þú nefndir Bifröst sem að ég held að margir sér sammála að skilja fólk eftir afleitur kostur, sko. Bara langt frá búð og langt frá öllum samskiptum og það gengur ekki stræt og þarna og fólk er bara skilið in the middle of nowhere bara galið. Það að segja upp samningunum og hægt að taka við, það leysir ekki það vandamál. Já, þú mátt ekki missa af punkturum í þessu. Með því að segja upp samningunum þá stillum við stjórnvöldum upp við vegg með það að þá neyðast þau til að gera hlé á afgreiðslu hælisleitendum. Já, það er náttúrulega til að byrja með mun að hafa áhrif á það og það er vegna þess að við tökum bara staðreyndir eins og þær eru. Suðurnes, það er mjög vinsæll staður og gríðalegu fjöldi erlendra ríkisborgar þar og stór partur af því er hælisleitendur. Ef við tökum Reykjavík, mikill fjöldi og taktu svo Garðabæ. Hvað eru margir hælisleitendur í Garðabæ? Ég veit það ekki, kannski er einn, kannski eru tveir, sennilega engin. Þannig að það er það sem við erum að benda á. Akkur á Reykjavíkurborg endalaust að vera skotspóninn fyrir öllu sem leysa þarf. En finnst þér að Garðabæri að taka móti hælisleitendum? Nei, nú er ég bara að bera saman hvernig sveitafélögin geta ef þau hafa áhuga á haft stjórn á. Ég er að spyrja því í alvörinni, finnst þér að Garðabæri að taka móti hælisleitendum? Alls ekki, ég er ekki að segja það. Þeim er það í sjálfsvald sett hvort þeir gera það eður ei. Og það er það sem við erum að tala um. Þannig þið viljið ekki taka móti hælisleitendum? Nei, við viljum gera 5 ára hlé. Og ég spyr þá alltaf að því að ég sagði reyndar 71% og þá tekur maður saman Venezuela og Úkraínumenn sem þeir hópar þar sem stjórnvöld buðu sérstaklega til Íslands. Það er 71% af þeir sem eru að koma hingað á síðast ári. Úkraínumenn eru 2/3 af þeim sem að komu. Þannig ef að þið vilja ekki hælisleitendur þá verður þið náttúrulega að segja að við viljum ekki taka við fólki frá Úkraínu. Náttúrulega við tökum ekki móti neinum hælisumsóknum í 5 ár, það er það sem við erum að fara fram á. Og þar leiðandi ekki frá Úkraínu. Þar að leiðandi fellur það hendi. En samt heyri ég að þið viljið svona draga Úkraínu aðeins til hliðar eins og það sé svona skárri hælisleitendur heldur en margir aðrir. Hvaðan er það fólk að koma sem að þið viljið bara alls ekki fá til Íslands? Það er fólk sem sest á velferðarkerfið. Kemur hingað í þeim tilgangi. Þeir sem er á velferðarkerfinu er langstæstu hluti innfæddir. Viltu losna við það fólk? Sko, eru þeir ekki, þetta er svo kjánalega. Þetta er bjánalega. Þetta er bara kjánalega. Því að þú ert fæddur hér. Áttu þá þar að leiðandi bara gæta að vera undir sömu ákvörðunum og sá sem að kemur hingað í leit til dæmis, sá sem er að koma hingað bara að leita betra lífi. Já, það er þannig. Sko. Er það? Ertu þá að meina að Íslendingarnir séu þá bara í leita betra lífi með því að vera á kerfinu? Stjórnarskráin okkar er ekki þannig að þetta sé samfélag þeirra sem eru fæddir hér í nokkra kynslóður. Þetta er samfélag þeirra sem að búa hérna. Já, þess vegna komum við inn á þetta. Þess vegna komum við inn á þetta. Þess vegna viljum við gera hlé á móttöku umsókna hæli. Svo ég skilji þetta, þið viljið breyta samfélaginu, þannig það sé ekki samfélag þeirra sem búa hérna, að Reykjavík sé ekki samfélag þeirra sem að borga útsvar. Þetta er bara alveg eins og hjá flestum. Þetta sé þeirra sem að eiga ættir að rekja til Íslands. Nei. Hælisleitandinn þá sem er á velferðarkerfinu að borga útsvar? Þú
ert eiginlega að fara bara hring. Já, þetta er svolítið farið í ríki. Hælisleitandi sem kemur hingað, hann má ekki vinna. Þú sagðir áðan, þegar ég sagði, við viljum ganga í þá sem að lifa á velferðarkerfinu. Ég líka að segja við þig, þú sagðir að við værum að losna við þá sem ekki borga útsvar. Nei, ég sagði það ekki. Ég sagði að Reykjavík væri samfélag þeirra sem að borga hér útsvar. En nú ætla ég að benda þér á eitt. Það er ekki samfélag þeirra sem eru fæddir og uppaldir á Íslandi. Þetta er þetta þeir sem að búa í borginni. Hælisleitandi sem kemur hingað, hann má ekki vinna og þar landi getur hann ekki borga útsvar. En leið og hann fær leyfi til þess að vinna, að þá byrjar hann að borga útsvar. Margir þeirra fara bara ekkert að vinna. Já, það eru margir innflytjendur á atvinnuleysisskrá. En atvinnuleysi er borgað út frá tryggingagjaldi og innflytjendur borga tryggingagjald. Þannig þetta er fólk sem er að borga það sem að það er sjálft unni fyrir. Vistu, við þurfum ekki að snúa út úr þessu. Málið er að margir sem hér vinna í 6 mánuði, komast á atvinnuleysisskrá, þiggja þá atvinnuleysisbætur. Þegar þeir falla af þeim, þá fara að vinna aftur og aftur inn. Ef þeir fara ekki síðan á aðrar bætur, þá verður svona rútína. Og við erum búin að fá að hlusta tölur þetta. Svo ert líka búin að hlusta á það. Hvað er stór hópur af fólki sem vinnur í 6 mánuði til þess að fá aðilsbætur og svo þær réttindir búin fara að beint að vinna þá í 6 mánuði að fara aftur? Við værum alveg til í að fá að heyra þær eru ekki gefnar upp. Frekar en flestar aðrar. Þúsundir manna? Það er náttúrulega ekki þúsundir. Tugir manna? Ég hugsa að séu 100. Nokkrir? Við skulum benda líka á eitt, Gunnar, að þú veist náttúrulega hvernig þetta system virkar þegar menn fá sem sagt hælisvernd þá var það til 2 ára ríkið ábyrgist þá einstaklega í 2 ár og eftir þann tíma fellur út á sveitarfélögin þannig að sjálfsögðu er þetta stóru mála á alla kanta og þess vegna þarf að koma kontroll á þetta en stuttasvarið einhverju sem að kemur hingað en nú ætla ég bara að segja þér eitt svo ég skilji þið haldið að ég sé andmanningur ég er að skilja hvernig þið sjáuð heiminn. Þú ert að segja að menn komi hingað fái stuðning í 2 ár sem hælisleitendur. Svo rennur hann út og viðkomandi þá líklega í þínni svo er ekki búinn að fá vinnu. Akkurat. Hann fær fyrir á styrk hjá sveitarfélaginu sem er eitthvað 200-300 krónur á mánuði. Akkurat. Þar eru margir innfæddir líka sem ekki ná að fóta sig í lífinu. Það er á okkar ábyrgð. Ríkisborgarar annarra landa er ekki ábyrgð íslensku þjóðarinnar. En hlutfall innflytjenda á mér er alveg saman það. Nú er ég að fá að svara, Gunnar. Þú mátt ekki alveg vaða yfir. Ég er að spyrja þig. Nú er ég að svara þig. Ég er að spyrja þig. Telurðu að það séu hlutfallslega fleiri innflytjendur sem eru að þiggja styrk frá sveitarfélögunum heldur en innfæddir? Ég tel að svo sé, en þó að það væri ekki þá skiptir það bara ekki nokkru einasta máli. Það er vegna þess að þetta er mjög skýr stefnuskrá, þetta er 1 A4 blað og þessi þáttur heitir hælisleitendamál og þar stendur bara stjórnleysi á landamærum er ábyrgð Alþingis, ekki Reykjavíkurborgar. Við ætlum að segja upp þjónustusamningu við ríki og stofnanir vegna hælisleitenda. Borgarstjórn setur hag, lífsgæði og framtíð borgarbúa í fyrsta sæti og þar með það upprætta því að við erum með, það er efni heilan 2 tíma þátt að ræða hversu handónýtt móttakan á þessu fólki er hérna heima og hvað er illa staðið að þessu til dæmis með það að hælisleitendur megi ekki vinna það fer ekki vel með neitt að þurfa að vera sitja bara og bíða eitthvað staðar og horfa vekk í 6-12 mánuði eða hvað er. Við getum bara ekki rætt það hér að því við erum að ræða borgarmáli. Baldur, að því að þú segir þetta einfalt en til þess að þú ert að lesa þetta þá segir þú borgarbúa. Og það sem ég er að reyna að átta mig á því að þegar þú segir borgarbúi að þá ert þú að meina svo sem er fæddur og uppalinn á Íslandi. Nei. Það er ekki gera. Þannig getur fyrirverandi hælisleitandi verið borgarbúi? Það er alveg sama hvernig þú hefur komið hingað á liðnum árum ef þú ert fungerandi bara borgarbúi, ert hér í vinnu og starfi og aðlagar þér í íslenskri menningu líka, við skulum ekki gleyma því, við viljum ekki skipta út menningu í landinu. Þeir sem að þiggja greiðslur frá borginni, stuðning, fjárstuðning, að þú til þá ekki vera borgarbúa. Jú, það sagði ég allan tíman. En ef að þú kemur hingað í þeim tilgangi einum að gera styrk þegi frá degi 1, eins og fjöldi dæma liggur fyrir þó að við fáum ekki staðfest, við fáum sendar til okkar mörg 100 frásagnir.
sem við gerum að sjálfsögðu ekki opinberar. Við höfum sjálfur orðið vitni að fáránlegustu hlutum og séð hvernig samfélagið að fara á hliðina. Baldur, þetta ekki frásagnir það að ég kom hingað til þess að leggjast upp á kerfið. Þetta ekki þannig frásagnir. Þetta ekki frásagnir fólk sem að segir ég kom hingað bara í þeim tilgangi að leggjast upp á kerfið. Ég get nú benti bara á eina slíka frásögn sem var nú bara á Stöð 2 á sínum tíma þegar Lóa Pind Aldísardóttir tók viðtal við einn múslima upp á Klessvegi og hans fjölskyldu þar og ég bendi bara hlustendum á að finna það á alþjóðavefnum eða World Wide Web og skoða það viðtal sem orðið nokkuð margar ára gamalt og setja það í samhengi við það sem að ske hér nú og það svarar öllum spurningum af hverju okkar afstaða í þessum málum með þessum hætti. En svo var ég líka bara gaman að fara að henda sína það liggur alveg hart fyrir 5 ára hlé það sem við viljum á móttöku hælisleitenda. Það liggur líka ljóst fyrir að Suðurnes til dæmis. Við þurfum ekki að hugsa það, við þurfum að hugsa Reykjavíkurborg. Að Reykjavíkurborg ber mikinn og þungan bagga vegna þessa málaflokks og ég benti á Garðabæ sem samanbörðum að þetta alfarið í höndum sveitarfélagana. Það veit enginn til þess að sé einn einasti hælisleitandi í Garðabæ og ef að svo þá byrst ég forláts, kannski eru 2-3. Þar ég ekki að benda á að Garðabæ að gera eitthvað, heldur ég að benda á að sveitafélögunum það í lóðalagið að taka stjórn á þessum málum sjálf. Norðmenn eru með það kerfið að ríkið sér þetta og dreifir hælisleitendum síðan í sveitafélögin. Þannig að norska ríkið myndi senda hælisleitendur til Garðabæ. Sem betur fyrir erum við ekki í Noregi. Nei, alls ekki. Þannig þú vilt bara ekki hælisleitendur? Í litlu vagni. Eins og við gerðum þetta hér á árum áður. Þú manst þegar komu hérna Ungverjar til dæmis í kjölfara stríðinu þar. Það fólk, ég þekkti nú eina fjölskylduna þar þó ég væri barnungur maður þá, kringum 1969, 1970. Það var bara fólk eins og hvað annað fólk féll fullkomlega hér inn í okkar menningar heima og samfélag og var bara eins og hver annar Íslendingur. Þarna tóku við líka, nei, Víetnamar, Asíubúar hafa verið mjög duglegir við aðalega. Það eru innflytjendur, koma hingað. Ég man eftir var hann Ali sem vann við að få glugga með pappa í kringum 1970. Já, þú mátt ekki blanda saman þeir sem kemur hingað. Ég bý í húsi með afganskri fjölskyldu og strákur frá Ghana og ég sé ekkert vandamál. Þú mátt ekki blanda saman því að það komi hingað hælisleitandi eða fólk sem kemur hingað með atvinnuleyfi í þeim tilgangi að koma hingað til að vinna. Og þar nú stór hópur sem á inni. Ég hefði nú gaman af að tala eitthvað fleira á stefnuskránni. Afstaða okkur í þessu máli mjög hörð, mjög skýr og mjög afgerandi. Og þeir eru í miklum ham þegar þeir ræða þetta. Nei, ekkert meira en þú. Nei, það sem ég að reyna að átta mig á. Já. Eru þið haldaði fram að hér sé fólk sem að grafa undan samfélaginu sem kemur hingað? Það nákvæmlega málið. Og sem kemur hingað með einbeittan vilja einbeittan brotavilja. Já, og það sé ykkur þá herskarar því að við... Það talsverður fjöldi. Já, og þeir eru að tala þúsundir. Nei, við höfum ekki sagt þúsundir. Ég sagði við áðan hundruðir. Hundruðu manna sem að koma hingað. Þykjast vera að koma hingað að leita hæli en eru raunverulega bara að fara að mjólka velferðarkerfin okkar. Já. Akkurat. Og þið hafið ekki tölur þetta vegna þess að ákveðu haldið að... Jú, við höfum tölur. Við vitum að það eru 6.000 erlendir ríkisborgarar sem að fá mánaðarlega greiðslu frá Tryggingastofnun ríkisins. Við vitum að það eru mörg þúsundir, ekki nákvæmlega, en við vitum að það eru sennilega eitthvað starf bilinu 5.000-6.000 viðbótar sem fá mánaðarlega greiðslur frá Vinnumálastofnun. Og þetta er orðið svolítið hátt. Þess að vísa í fyrirspurn sem var þingið. Ef þetta komið á annan tug þúsunda erlenda ríkisborgara sem eru upp á kerfunum, það ekki bara nóg? Talar það ekki sínu máli? Já, það var fyrirspurn í þinginu sem að var Ég bara vitni þessa tölu frá þessum tveim stofnunum. Þú sagði frá Tryggingastofnun, það var fyrirspurn í þinginu. Tryggingastofnun og Vinnumál. Og það kom fram, Moggi sagði frá þessu og við sögum frá þessu. Þar kemur líka fram sem að skoðar hlutföllin. Að þá eru færri innflytjendur sem eru að fá greiðslu frá Tryggingastofnun heldur en innfættir því að meðal eldri eru líka fólk sem eru öryrkjar eða aldraðir, þannig eru líka fæðingastyrkir og eitthvað fleira. Ef þú vilt meina að þetta sé minna hlutfall heldur en per Íslending, þá máttu nota þá reiknikúnstina. Ég að segja hér og held í fram að þegar þetta komið á annan tug þúsunda erlenda ríkisborgara sem að liggja upp á þessum tveim kerfum, þá bara nóg komið að mínum mati.
Sko ástæðan fyrir ég spyr alltaf aftur að þessu því að eitt sjónarmið gæti verið það að innflytjendur taki meira út úr kerfinu heldur að leggja til og til samanburðar við Íslendinga. En það engar slíkar... Dönsk gögn sýna þetta mjög glögglega. Þegar Danirnir halda gott bókhald þessi mál og ég skora fólk að kynna sér það. Slíkum gögnum ekki til að dreifa hér og það ástæða fyrir því. Það ekki vilji fyrir því að halda þessu opnu. Þú sást bara síðast hvernig gagnaöflun staðið að henni hér. Það kom fram í sjónvarpi í gæra að barnaverndarstofa eða hvað þetta batteri heitir nú í dag. Alltaf verið að breyta nörnum á þessu. Þeir hafa ekki hugmynd hvaða börn, hver mörg eða nokkuð skapaðan hlut voru send á bakkakott. Hvers konar bull bókald í gangi. Og þetta eru að tala börn. Það engin hvernig heldur það sé í þessu? Fyrir að díteila eða taka saman gögn hælisleitendur á Íslandi, hvort þeir eru í starfi, hvort þeir eru í skóla, hvað þeir eru að gera, hvort þeir eru á kerfinu, hvort þeir eru á bótum hjá Reykjavíkurborg, hvort þeir eru á bótum hjá ríkinu. Af hverju ekki? Við kannski með þess að þyrftum ekki að eiga þetta samtal. Því að ef þú vissir það og ég, að við höfum annarkvort talsvert rétt fyrir okkur, eða kannski eins og þú segir að við höfum rangt fyrir okkur, en þú talar alltaf innflytjendur. Við erum ekkert að tala innflytjendur. Við erum að tala hælisleitendur. Ég að reyna að koma að því sem hann var að segja áðan sem var fyrirspurn á Alþingi það hversu margir erlendir ríkisborgarar. Og það var ekki spurt hælisleitendur. Þú tókst það upp og má ég aðeins klára það. Og ég bar það saman við Íslendinga og það var ekkert sem í þeim gögnum sem að bendi til þess að erlendir ríkisborgarar séu að þiggja meira út úr kerfinu heldur að leggja til frekar en Íslendingar. Og allar svo tölur sem eru opinberar, enginn af þeim bendir til þess. Þessum ég að spyrja ykkur. Það afstæð ykkar að ef ég erlendur ríkisborgari og slasast eða þarf að örorku halda eða missi vinnuna og þarf að atvinnuleysisbótum að halda, að ég hafi ekki sama rétt? Jú, að sjálfsögðu hefur sama rétt. Að sjálfsögðu. En við aftur að því, nú byrjar aftur að tala að þetta sem miklu hærra hlutfalli á okkur heldur en erlendur ríkisborgurum. Ég veit ekki hvernig þú færð það út af því að síðast ég vissi þá voru erlendir ríkisborgarar búsettir á Íslandi 20%. 22% vinnumarkaðnum? Þeir sem að fá bætur hjá lifibrauð hjá Tryggingastofnun ríkisins. Heildartalan þar eftir 20.000. Það með endurhæfingarbótum og fleiru. Það bara öryrkjarnir. Þú ert eftirlauna fólkið og það fólk sem að fær mæðrastyrkir. Þannig að þér finnst sem sagt vit að flytja frá Afganistan og Súdan og öllum þessu löndum eldri borgara til að henda þeim á kerfið hér. Hvers konar bull það? Ég að reyna átt að afsaka. Þú vilt ekki... Íslendingar sem að flytjast hingað heim eftir ég þekki nú bara góða stúlku sem búsett í Noregi í dag og veiktist alvarlega og þarf að fara í langar og mikla meðferðir. Hún getur ekki komið heim og verið hjá fjölskyldunni af því hún þarf að vera í 6 mánuði og þá náttúrulega bara deyr hún. Áður en að hún fær þjónustu hjá heilbrigðiskerfinu á Íslandi, hún búin að búa hér af sínum 60 árum, 57 þeirra á Íslandi og borga hér skatta í fullri vinnu, hún fær bara nei. Þú mátt koma en þá býður í 6 mánuði og deyrð. Þetta bara dæmi. Þetta dæmi Ég flutti til Danmerkur og þá fór ég beint inn í heilbrigðiskerfið þegar ég flutti aftur tilbaka til Íslands bara eftir, ég var ekki svona heilt ár sko. Þá var ég í hálft ár utan kerfisins. Akkurat. Þetta náttúrulega, við viljum breyta því að sjálfsögðu. Herðu, en ég ennþá að reyna átt að með þessu. Þú ætlar að fara með þáttinn í fyrsta liðin á 7. Við skulum, ég alveg til að ræða þetta. Með þess að vendum að þið myndu bara reyna að útskipta fyrir. Ég búin að svara þessu heiðarlega. Við erum grjótharðir í þessu málaflokk. Það stendur á blaðinu 3 einfaldar línur. Við stöndum við þær fram í rauðan dauðan. Við gerum okkur grein fyrir að það ekki allir sammála okkur. Og það þeim velkomið. Hverjum og einum hafa sína skoðun. Við vitum hins vegar að yfir 70% þjóðarinnar eru okkur sammála í þessum lið númer 1 á blaðinu vegna þess að við létum gera skoðanakönnun. Og spurðum beint út að þessu. Þú nefndir Afganistan.
Vilt ekki að fólk komi hingað frá Afganistan? Ég hef engan áhuga að ræða Afganistan. Ég er komin að ræða borgarstjórnarmál og við erum búinir að ræða Það eru borgarar hér í Reykjavík sem eru frá Afganistan. Já. Og þú tókst dæmi það að við ættum ekki að taka við öldruðu fólki frá Afganistan. Nei, bara absolutely not. Ég mun Já, ekki frá Af hverju fólks. eigum við að flytja hingað inn? Erum við skjól fyrir veikt fólk hana? Það sem að ég er að byrja að vera svolítið pirraðar á, Gunnar. Þú boðar okkur hérna í viðtal til að ræða borgarmálin og þú neitar að fara á lið eitt. Ég er búinn að segja þér, þetta er okkar einarða harða skoðun og þetta er nákvæmlega það sem við myndum gera. Þessar 3 einföldu aðgerðir sem eru listaðar og fólki verður bara að fá að finnast það sem það vill. Ég er líka búinn að benda þér á að við erum ekki að tala út í hjómið. Við erum náttúrulega orðir hérna sem sumir myndu kalla gamli kallar. Þannig að við vorum að hugsa þetta núna á síðasta ári. Eru við bara orðnir svona hertir og leiðilegir og fúlir? Er það bara eitthvað sem okkur finnst? Þannig að við ákváðum að henda 100.000 og létum bara gera fyrir okkur vandaða, fullgilda skoðanakönnun hjá virtu fyrirtæki hér í bæ. Og þá kemur í ljós að öll þau atriði sem við vorum að spurja út í og vorum búin að vera að spurja sjálf okkur að hvort þetta væri að því við vorum mótir gamli fúli kallar. 70% þjóðar er ekki gamli fúli kallar en það var niðurstaðan úr þeirri könnun. Þess vegna vitum við að það eru 30% hörð ekki á þessari skoðun, þessari lífsskoðun sem við lýsum hérna í grein 1. Og við því er ekkert að gera, ég ætla ekki að fara að hoppa fólk og pöngast á því tímórum saman af því að það er ekki sammála mér. Ég er að reyna að ná. Og þar að leiðandi ertu búin að fá svar, við erum grjótharður í þessu, þetta stendur í stefnunni og er mjög skýrt. Mér finnst ég ekki verið búin að fá svar. Við hverju viltu? Þú ætlar að vera sem sagt núna í klukkutíma eða hvað það er, að spurja endalausra spurninga út í bláinn. Við höfum bara ekki áhuga að svara mikið fleiri spurningum um hennar lið. Þá bara spyr ég og ef þið vil ekki svara þá bara þegið þið. Það ekki? Gott mál. Já, er það þannig að þið viljið ekki taka við fólki frá Afganistan og kannski Mið-Austurlöndum eða Afríku, en viljið frekar taka við fólki frá Austur-Evrópu? Við ætlum ekki að svara þessu. Engur spurningum að þessu það hefur verið búnir að því. Ég bara náði því ekki, sko. Ég náði því ekki hvort þetta var það stendur hér. Að það hefur fjölgað innflytjendum og hratt. Þú er áttað á, eða þú frá Afganistan eða hvað þessum löndum sem þú nefndir hana, þá kemur þú ekki hér eins og þú kemur frá EES-landi eða nágrannlöndum okkar af því að þú hefur leyfi til að koma hingað að vinna fyrir það fyrsta. Og þar að leiðandi vísa ég bara aftur í þessi svör okkar. Við viljum að það verði lagt niður, ekki tekið á móti hælisumsóknum eða neinu slíku í 5 ár hið minnsta meðan við náum utan um vandann. Þetta getur ekki verið skýrara svar. Hvernig myndir útskýra fyrir mér að ná utan um vandann? Ég ætla ekki að fara út í það. Ef þú skilur það ekki, þá bara er ég ekki ábyrgur fyrir uppmenntun minni. Er þetta að meina að byggja upp skólakerfi eða byggja upp íbúðir? Við vitum alveg, það er húsnæðismál, það er heilbrigðiskerfið, það er skólakerfið, það rýkur úr rústónum. Við vitum að það eru 14-15 tungumál inn í einni bekkjadeild í fjöldamörgum skólum, 2-3 túlkar og þar fram eftir götum. Og hvernig í ósköpunum geta menn verið hissa á því að börn komi illa lærið út úr skólunum þegar ástandið er með þessum hætti. Við erum með það í öðrum lið ef við einhvern tímann komumst að honum, þar sem við förum yfir þau mál, eins og öll önnur. Þannig að þú metur að veikara læsi íslenska barna sé afleiðing af hælisleitenda? Til dæmis. Það er þáttur í vandanum, klárlega. En ég ræðið svona mikið um þetta, þetta er efst á blaði hjá ykkur. Já. Og þetta er það sem sker ykkur mest frá öðrum flokkum, eða ekki? Nei. Ef þú lesir stefnuskrá, las það ekki á því ég er hana. Þú sér að það er fullt af málum sem að skera okkur virkilega frá öðrum flokkum. Og við erum alveg tilbúin að ræða það. Myndu ekki segja að þetta áhersla ykkar á þessi mál Nei, alls ekki. En á hverju eru þið þá ekki bara í miðflokknum? Stefnuskráin í heilsinni, miðflokkurinn er ekki að fara að gera neitt í. Jú, hann er ekki að fara að gera neitt í þessum málum. Á hverju viltu frekar vera að bjóða þig fram fyrir okkar borg heldur í miðflokkin? Við óskuðum eftir samtali við miðflokkin og því var ekki svarað. En svona þar fyrir utan ég ætla að svara sem bara aðalegið. Við höfðum samband við aðila í sjálfstæðisflokk og miðflokk, töldum að við þyrftum sennilega ekki að reyna fyrir okkur annar staðar, vildum fá fund
Við gerðum það strax síðasta sumar til að byrja með til að hvort fólk vildi koma og halda tölu á þessum mótmælum okkar niður á Austurvelli sem að tókust prýðilega vel og fóru vel fram og við vorum ekki virt svara. Þetta erum við að tala Sjálfstæðisflokk og Miðflokk. Við óskuðum í kjölfarið að því eftir ekki eitt skipti, mörg skipti og fengum aldrei negin svör. Eina sem við ætluðum að spyrja við ætluðum að sýna þetta blað þessi stefnumál, eru þið reiðubúin að taka þetta að ykkur? Af því að við höfðum bara engan áhuga að fara í framboð sjálfir. Við fórum meira að segja á stóran og mikinn fund upp í Valhöll þar sem við fengum að taka til máls yfir fullum sal og þar endurtókum við þessa kröfu. Hvort að Sjálfstæðisflokkurinn eða Miðflokkurinn, þarna var aðili frá þeim líka, væri reiðubúnir að taka þessa málaflokka að sér og við fengum ekki svör. Þá nokkuð ljóst, ef enginn ætlar í þetta, þá verðum við bara að fara í þetta sjálfir. Heldur að sé eitthvað eða haldið þið, að sé eitthvað í þessari stefnu sem að veldur því sem að Sjálfstæðisflokkur eða Miðflokkur geti ekki tekið upp, eða vilji ekki taka upp? Já, við tökum bara borgarlínu. Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega annar gerandinn í því máli öllu saman, hann augljóslega hann ekki að fara að gera neitt í því. Miðflokkurinn var að fara að leggja áherslu á borgarlínu. Já, við vitum bara ekkert það. Við vitum ekki hverju í framboði og við höfum ekki séð neina stefnuskrá en vonandi verður nú eitthvað bitastætt í henni. En það það sem að kjósendur þurfa að passa sig á þegar lesa svona stefnuskrár. Eru þær loðnar eða eru þær skýrar? Þannig upphaflega hugmynd ykkar var það að fá annarkot Sjálfstæðisflokkinn eða Miðflokkinn til að taka upp stefnu ykkar. Líklega með þá loforðum að þið hafi eitthvað fylgi, á bakvið eitthvað sé eitthvað fylgi. Nei, við vorum ekkert að velta því. Við vorum bara að velta fyrir hverju þjóðþrifamál sem eru á þessu blaði og við vorum bara að vonast til að annarkot flokkurinn væri reiðubúin að ganga í þessi mál. En það reyndist bara því miður ekki vilji fyrir því. Og ekki einu sinni vilji til að eiga samtal við okkur. Þannig að hann náði aldrei neitt lengra. Það er merkilega við það. Herðu, þau eru með hagræðingu í rekstri sem að ég held að allir flokkandi verði með. Já, það er eina málið. Sko, þeir sem voru í prófkjöri í Samfylkingunni voru að tala að taka til í rekstri. Jú. Þannig að Eftir sjálfsig. Já, það er stundu búið upp á það. Já. Þannig að ég veit ekki hvort við að staldra við það. Það eru allir sammála þessu. Ráðningarstoppi á Reykjavíkurborg, það er svona... Ég held að sé mér, ég held ég að séð fréttatilkynningu frá Reykjavíkurborg sem tilkynnt að væri ráðningarstopp. Já, það er eitthvað... Þeir eru nýbúin að tilkynna ráðningu samt. Það er nýkomið. Það er rétt hjá þeir að þeir eru tilkynnt að vera ráðningarstopp nema í sérstökum tilfellum. Já. Þeir hafa nú verið að ráða fólk. Og þeir hljóta að hafa í sérstökum tilfellum. Það var þegar ég var náttúrulega sem varaborgarfulltrúi starfandi 2018-2022. Þá voru þetta eitthvað 10.000 starfsmenn hjá borginni, það er alltaf skólarnir og allt með því, en nú þessi tala komin upp í 13-14.000, þannig að þetta er það sem að við höldum að sé kannski vandamál á þess að ég ætla að fara að kryfja það án í kjölinn. Ég held að sé full mikið að millistjórnendum sem dæmi, það er kallað millistjórnandi. Þannig ráðningarstoppi á sérstaklega við það? Já, við erum ekki að... Nei, og ekki leikskólana. Fullt að liðum það sem að... Við höfum mikið áhuga að reyna að laga þau mál. Og þar sem að heimahjúkur og alls konar hluti sem að er náttúrulega bara vöntur á fólki. Þannig að finnst vera of mikið að fytulagi inn í borginni, mikið af fólki sem er í dagvist að gera ekki neitt nema svara tölvupósti og búa til glærusýningar hvort verið annað. Það er svolítið það sem við erum að meina, sko. Það er bara stuttulega gott. Sem Reykjavíkurborg og víðar sem að það vandamál er. Við erum ekki að mæta hann inn og fara að reka mann og annað. Við erum ekki ruddar, skulum við kalla það. Þið viljum 2 bílastæði og hver íbúð vilja á það að vera skylda. Já. Þannig ég má ekki byggja hús þar sem því er viðkomið. Það er náttúrulega eða vera byggja í gömlu hverfi og þröngur í lóð og allt það, þá getur það verið öðruvísi, en þetta er Sigfúsi fróður þessi mál. Fasteignasalinn? Já. En þetta hækkar, hvað kostar bílastæði? Bara venjulegt bílastæði fyrir utan hús. Það fer bara eftir hvernig þú gengur frá því, en svona almennt, hvort þú líka sagði núna til dæmis, ef ég ætla að byggja hús, þarf ég þá að gera 2 stæði. Hús er eitthvað annað en fjölbýlishús, einbýlishús. Nei, hús getur verið fjölbýlishús. Meinar fjölbýlishús? Ég sagði bara hús. Já, það er nefnilega munurinn á, sko. En ef það er að byggja fjölbýlishús, þá er bara eðlilegt að fólk komist heim til sín
án vandræða og það þýðir það að þú getur lagt í stæði heimaður. Við erum svona á því að segja í öllum nýjum húsum héðan í frá, þar sem því viðkomið, skuli eitt stæði vera á lóð og annað undir húsi í bílakjallara. Það er skildað á bílakjallara. Já. Ekki ég býn í hérna niður á Hverfisgötu, það er 6 íbúð hús, ekki vildu skilda Nei, þar sem það því er bara 100 ára viðkomið. gamalt, sko. Já, þar sem því En viðkomið. hvað á ég að gera, hvernig á ég að fara að því að skilda bílakjallar í 100 ára gamalt? Við skulum ekki vera kjánaleg, Nei, ég tók bara dæmi af stærðina húsinu. En ef ég verið að byggja hérna 6 íbúða stigagang, svona litla blokk, veit ekki hvort það ná að kallast blokk, að þá viltu skilda mig til þess að hafa 6 bílastæði kjallara undir. Ef að húsið hefur nægilegt pláss í kringu sig til þess að búa til 2 stæði á lóð Án þess að gera án kjallara. þess að gera kjallara, þá myndi ég leyfa þeim aðila sem á þá lóð og allar að byggja húsið að taka algjörlega ráð á því. Taka afstöðum það kannski sjálfan í slíku tilfelli en það bara markaðurinn vill hitt frekar og þegar ég held að allir byggingaverktaka lesi markaðan alveg rétt. Við erum með mjög gott dæmi akkurat við þessum punkt, Gunnar, og það er nýlegt dæmi í Huldugötu í Mosfellsbæ. Þar voru kynntar til sölu fleiri tugir svona fjölbýlisíbúða núna í desember, nýleginum, og 87% þeirra íbúða seldust fyrir jól. Restin seldist strax fyrstu 10 dagana í janúar. Fermetraverðið var sambærilegt því sem að gerist hér í Reykjavík. Í Reykjavík á nýbyggingum, fjölbýlum í nýbýlum, þar er staðan akkúrat öfug. 87% allra nýrra eigna komu á sölu á síðasta ári í Reykjavík eru óseldar. Ástæðan fyrir þessi mjög einföld. Þumalputtareglan hjá Reykjavíkurborg er 0,2 til 0,4 bílastæði per íbúð. Huldugötu í Mosfellsbæ þá var það 1,8 stæði per íbúð. Það er eini munur eins og við sjáum. Þetta sáum við bara tilviljun, fengum við það sent frá aðila, en við bara þekkjum þetta. Við vitum alveg hvernig, Þannig að íbúður á við sama vitum verði hvað og var í markaðurinn. Huldugötu í Reykjavík og þau seljast ekki að því að vantar bílastæði. Já, það er nákvæmlega. En af því að við erum með fasteignasala við borðið. Já. Hvað kostar að búa til 2 bílastæði? Ertu að meina bara... Ég bara í þessu ímyndadæmi mínu, þannig að 6 íbúða hérna... Og ertu að meina þá annað undir og hittu ofan á eða bara... Sko það kostar á svona meðaltali 6 til 10 milljónir að gera stæði í bílageymslu. Það er bara kostnaður við þau. Í fullgildri bílageymslu. Í fullgildri lokaðri bílageymslu. Það síðan er hægt að gera bílageymslur sem eru opnar, sem ég skil ekki af hverju það er ekki gert meira af því. Þannig að þetta er kannski 10 milljónur íbúð. Nei, það er svona hámarsvís. En þetta, sko, það getur farið upp í það. Ef þú ert niður í bæ, í dýrustu plássunum, á dýrustu lóðinu, þá getur þú kostað það. Nei, það kostar ekki. En ef ég er að selja íbúð, og ég er með íbúð sem er með 2 bílastæði, og hann er með íbúð sem er með 1 bílastæði, hvað fæ ég en að ég hærra verð fyrir mína íbúð? Hún selst að minnst okkur fyrr. En getur við metið hvort ég fá hærra verð fyrir það? Kannski, ef hún er með sér stæði íbúðin og annað, þá ertu örugglega með 2-3 milljónir ef það er ofanjarðar. Ef það er neðanjarðar, þá færðu meira. Sko í fasteignamati, ég þekki nú aðeins til með þetta í sama húsinu, sko, nákvæmlega eins íbúðir, annað með stæði. Ekki bílakjallara, heldur bara einkastæði fyrir utan, nýlegt hús. Og munurinn á fasteignamati þar er eitthvað 2,78 milljónir. Þannig að það er svona það sem markaðurinn verðmetur stæðið á, sko, í sölu. En það þýðir ekki að stæðið kosti 2,7 milljónir að gera það, skilur við. Við erum að tala kostnaðinn við það, þar sem fólki þarf að borga fyrir það. Ég meina það er verið að selja stæði borgina, það er verið að selja bílskúra borgina og verðin er mjög misjafn. Fólk er farið að búa í bílskúra. Jú. En það er verið að selja bílskúra, þeir fara kannski, allt upp yfir kannski 12 milljónir. En bílskúr er líka allt annað en bílastæði í bílageymslu. En bílskúran ástæða fyrir að vera að selja bílskúra er að fólk er að búa í því. Þetta er bara að bragga hverfi svæðingin í nútímas. Maður sér búið í bílskúrum Herðu, en þið vilja ekki Hjeldnalandi þessa frábæru tillögu sem að var í dönsk tillaga? Sko, mjög rómantísk, vegur sem að hlykkjaðist niður. Þetta var falleg. Mér langar voru að draga svona sambærilega mynd af Hjeldnalandi sem er í dag áætlað 120 hektarar
112 eða 20 hektarar. Það mun ekki miklu. Þar eiga að vera 6.000 íbúðir. Ef þú færir og keyrðir upp í Urriðaholt í Garðabæ sem við höfum svolítið sem viðmið, því að það er ágætt að setja sér það hvernig er að keyra Urriðaholtið. Það er ekkert strjálbílt, það er talsvert af fjölbílum en það eru sérbíli líka. Það er 116 hektarar en það eru 1600 íbúðir. Miklu færri. 1600 á móti 6.000. Getur þú ímyndaðir hvað þarf að massa til að byggja þarna og hvernig það verður þegar að fyrst og fremst það er ekki heldur ætlast til þess að sé bílastæði við húsið þitt því að bílastæðin er í 6-7 bílastæða húsum sem er dreift á svæðið og ekkert bílastæða hús á að vera í lengri göngufjarlæg heldur en 7 mínútur frá íbúðinniðinni. Við tökum nú bara með að því og erum að horfa á einstæðu maðurnar sem eru með 2 börn í fanginu þegar það þurfa að ganga í greinandi rigningunni eða snjóstorminu með börnin sín 2 búin að hafa fyrir því að fara og sækja þau á 2 staði í líklega þá þessari borgarlínu ef draumurinn verður að veruleika hjá þessu fólki. Ég býð ekkert mikið í þetta. Ja, þetta er líka gott dæmi Gunnar því að þetta er svo handhaft fyrir fólk getur rúlla næst þeirra fyrir IKEA eða Costco eða hvað það er þá er mjög upplýsandi ef að fólk keyrir bara tekur eitt hring upp í Urriðaholti sem er þetta beint fyrir ofan kíkir þar í kring og það sér að þetta er töluvert þétt en þetta sleppur þetta er svona mannvænt en þá, þetta er ekki farið yfir strikið Hvað? Urriðaholtið 1600 íbúðir á 100 og kannski Kópavogur nei, hlusta nú til enda og þéttur það nú er þetta skemma dæmið sko Þetta dæmið gengur út á það að keyra Urriðaholtið, kíkja í kring, fólk hugsar, sumi finnst það þröngt, ég er á því að þetta sé í efri mörkum með ekki vera meira og það held ég að sé tilfinningir á flestum, 1600 íbúður á 116 hekturum. Keldnalandið er ívið minna, ef maður rétt, og þar á að setja 6.000 íbúðir eða 4 sinnum fleiri íbúðir heldur en er í Urriðaholti og þá ætla ég að biðja fólk að tilla sem bara stoppa þessi bílnum, horfa í kringu sig og ímynda sér að það komi 3-falt magni viðbót af þeim byggjum sem eru fyrir, þá er þetta ekki mjög mannvænar byggingar eða umhverfi. Það er það sem við erum að tala um. Sumi vilja búa svona... Já, þá fara þeir bara niður í bæ. Eftir túristónum heldur að sé eftirspurn eftir það er bara bærin að það er búið Airbnb væða bæinn og þetta er gamla hverfið mitt sko það er búið að lýsa eftir hverfinu mínu þú getur auðvitað keypt þér ég er með allavega 2 dæmi bara í kollinum nú þegar frábært fermetraverð á glæsilegum eignum niður í bæ önnur á Laugaveginum í það sem að kalla nýlegt hús byggt 2005 eða 6 glæsileg íbúð fermetraverð á henni er réttu milljón, innan við milljón og ég get farið niður í Hafnatorg í glæsi íbúð með svokölluðum garðsvölum og þar er ég líka að tala um 1 milljón á fermetrinn og svo get ég farið upp í hverfi mitt sem er Úlfarsárdalur upp í Grafarholti og það er bara nákvæmlega sama fermetraverð það munar kannski einhverjum 10 sköllum en nána sama þannig að fólk getur alveg valið það er ekki jafn dýrt að kaupa niður í bæ í dag eins og fólk heldur og það er ástæðan fyrir því að þau verð hafa svona aðeins dæmpað þetta selst ekki það er ekki markaður fyrir þessum bíllausa lífstíl sem allstar er verið að tróða inn bíllaus lífstíl er fín en það er bara ákveðið markhópi fyrir því við höfum ekki byggja allt í bíllausum lífstíl en þessum nefndi ég að fólk hefur svona mismöndu skoðanir það er ekki heldur að við höfum byggja allt eins og ykkur myndi líða best í Ég heldur reyndar sko að þessi skipulagsmál sem við setjum fram í okkar stefnusgrá séu vandlega hugsuð. Ég vinn við þetta svona meira og minna og hlusta á fólk. Og hvað heldur þú, svona í alvöru tala, að margir spyrji mig þegar þið byrja á því að tala er gott stæði? Það er bara stæðsti hluti. Það eru allir á einum eða jafnvel 2 bíl. Má ég spyrja þig, ertu á bíl? Nei. Nei, ok. Ég hef verið á bíl sko, en ég er bara
hef ekki verið á bíli í 3 ár og bara kann mjög vel við og mæli með því að fólk pröfi það. Allavega hafni því ekki svona fyrirfram, pröfi er ekki fólk að taka svona edru febrúar eða eitthvað? Jú, svo... að taka 1 mánuð án bíls. Það er miklu auðveldara heldur þið haldið tryggir. Já, það ég held að fólk sé alveg reiðubúið að skoða. Við erum alltaf með lausnið því líka. Ég er náttúrulega nefnir heldur ekki að vera hérna á götunum fastur í umferðarteppu. Já, það eru nú búna til með vilja, þessar teppur að mestu. Við erum alltaf átt á því þegar strætósamningur í fræði var gerður 2011 við strætó, sem sagt sveitarfélaginu og höfuðborgarsvæðinu gerðu samning við ríkið að þá átt að fara að ráðast í mislæg gatnamót til dæmis á Bústaðaveg og Reykjanesbraut og víðar borgina, stórar og miklar framkvæmdir hér og þar. Því var allir hent á kantinn og ákveðið að gera samstarfssamning við sveitarfélaginu hérna með strætó, milljarður á ári skildi renna til þeirra. Ekkert gert í að sinna viðhaldi og endurbótum og gera breytingar sem að voru brýn þörf á og þannig er ástandið ennþá daginn í dag. Þetta átt að skila sem sagt á einhverjum 5 eða 6 ára samningstíma, aukningu úr 4% af farþeganokkur. Það þýðir að fólk sem notar almenningssamgöngur sem sinn aðal ferðamáta daglega skilur til vinnu, skóla og annað sem var 4% á þessum tíma og það átti að auka það upp í 12% á 5-6 árum. Árangurinn lá fyrir þegar ég er að koma inn í borgarstjórn og þá hafði þetta farið úr 4% niður í 3,8. Samt hann og endurnýjaður samningur, Sigurður Ingi gerði það 2019 og áfram með borgaður réttum milljarður í þetta verkefni en talan breytist aldrei, hún er alltaf bara 4%. Þá verðum við að átta okkur að því þú, Gunnar Smári, þú vilt vera bíllaus og allt í góðu. Þú hefur alls konar möguleika með það. Þú trúir ekki Nei, en svo eru líka þeir sem að vilja það bara alls ekki og það er það sem við stöndum fyrir. Við viljum bara að fólk hafi þetta val. Og þess vegna erum við með svo frábærar lausnir sem að þú ert alveg að fara að klúra að heyra að þú ætlar að vera of lengi hérna stundum. En við verðum að hafa, til þess að hafa val, þá verðum við að hafa val þannig að séu svona bóðlegar göngubrautir. Já, sjálfsögðu. Við byggjum upp hjólabrautir, göngubrautir. Við viljum stórefla strætó líka, það er engin spurning um það. Við viljum fá sérfræðinga það. Vegna þess að alls staðar sem við komum eru almenningssamgöngur. Og ég held að það sé engin borg í heiminu sem segir að djöfull sé ég eftir að við höfum byggt upp almenningssamgöngur. Ég kannast ekki við það. Já, það er ekki sama hvernig þú byggir það upp samt. Þið eru ekki að móti almenningssamgöngur. Nei, við erum með masterplan í þeim málum. Hvernig strætó hefur verið rekinn? Já. Hvernig vil ég hafa almenningssamgöngur í Reykjavík? Það er mjög einfalt. Viltu ekki bara að ég hendi því? Sigfús, því þetta er nú svona barnið mitt sem ég er búin að vera að berjast fyrir það í 2018 og það er einfallega þannig að við ætlum að varpa borgarlínu með tilheyrandi vegatolla fargi sem að lendir á borgarbúum, komi borgarlína til, þá að fjármagnana með stórfelldum vegatollum út allan bæ. Og sölu og Úlfarsárdalnum. Já, Keldalandið er enda komið inn í betri samgöngur og höf, búið að afhenda landið, en þá að, sem sagt, dæmið er þannig í dag, borgarlínan á að vera allt leikandi, þá að gjörsamlega slátra öllum öðrum samgöngum í borginni, hvað varðar bílaumferð, hvort sem er fyrirtækjaumferð eða einkaumferð eða famílíuna eða hvað það er, af því að þá að stórlega skera niður akreinar og fleira fyrir einkabílana. Og þessu eru við algjörlega á móti. Þarna er ekki verið að gefa fólki val, þarna er verið að þvinga fólk. Það er svona kommunista, gamla sovjetið koma þetta staðinn. Þannig að við erum með frábæra lausn og hlustið nú vel. Við ætlum að hætta við borgarlínu, við ætlum að hafa ókeypis í strætó, við ætlum að stórefla strætó, að hann verður bara ókeypis, punktur, og með þessu móti ætlum við að spara borgarbúum og landsmönnum á milli 30 og 40 milljarða á hverju einasta ári. Stórefla strætó er það bara tvöfaldar strætó? Nei, við erum einhver sérfræðingar í þessu, við teljum okkur þá sjá að það eru skynsamlegri leiðir heldur en að láta stóra og mikla vagna aka hverfið þar sem aldrei eru fleiri en 10-15 farþegar. Það er eitt sem að strætófarþegar gagnrýndu að þegar áætlunum var að fjölga í strætó úr 4 upp í 12%. Að þá var breytt, þá var aðal áherslan lögð á það að strætó eruði fljótur eftir svona stoppbrutum. Og það var dregið úr akstri strætó inn í hverfunum. Og það er margir strætófarþegar sem hafa sagt að þetta hafi verið algjör afturför
sem hefði verið þarna, það verið einblínt á það bara hvað strætó var fljótur úr Árbænum niður í miðbæ. Akkurat, það má ekki missa kontrollin. Það var orðið ómögulegt að fara úr Vogahverfinu yfir í Fossvoginn og og þú veist líka að það sem með borgarlínuna, það bara viðurkennt og það var margrætt á fundum í borgarsjóð þegar ég var þar, að borgarlína ekki að fara að flýta farþega, heldur eru líkur á að för þeirra muni taka lengri tíma eftir að borgarlínan tekur til og það vegna þess hvernig uppsetningin á málinu en okkar lausn þessi ókeypis í strætó, Eflan engin borgarlína, spara 30-40 milljarða á hverju einasta ári næstu árþúsundin og þetta eru staðreyndir og við höfum tölfræðina til að styðja við bakið á þessari kenningu. Sundabraut í göngum, þið viljið misla gatnamót Reykjanesbrautar bústaður, það hérna hjá Fox-heimilinu, það ekki líklega auðveldast að segja það hannig til þess að fólk áttir svo því. Þið viljið að Reykjavíkurborg sjálf reki bílastæðahús, viljið þá losna við þess sem alltaf að rukka fólk? Nei. Nei, hvað snýst þetta? Það búið að koma margsinnis fram hjá borgarstjórn og hjá Sjálfstæðisflokknum að þeir vilji bara bílastæðahús borgaranna verði selt og helst bara bílastæðinn og séu í höndum einkaaðila. Við viljum það bara ekki neitt. Við viljum bara borgin haldi áfram að passa upp á þessa hluti. Þeir gætu farið út í algjört óefni ef þeim hent á þennan hátt. Sundabrautargöng, við erum að tala um Sundabrautargöng fram að Geldinganesi og eftir það fyrir hann í Brýr. Það svona við erum ekki sérfræðingar en við sjáum að það eðlilegasta leiðin enda hvers vegna á að koma brú frá Laugarnesi og yfir í Geldinganes eða yfir í Grafarvog og hvað þá gerum við höfnina þar sem að samskip að koma, það enginn talað um það. Það enginn að tala almennilega þetta á bara að vera sama hvað það kostar. Það hefur ekki ennþá komið fram hvort þetta eigi að vera brú eða göng eða lágbrú eða hábrú. Það getur enginn komið sér saman það sko. En mér langar aðeins að taka fram, Geldinganes eru 400 hektara land í eigu Reykjavíkurborgar. Þar sjáum við fyrir okkur. Ég spyrir fast að þetta ekki strengurinn sem þarna niður fyrir neðan veg í Mosfellsbænum og fyrir yfir Geldinganes og kemur svo hérna. En það sem brýtur þetta upp að því að ég get alveg svara þessu að því að þegar ég flytt upp í Úlfarsárdal og Sigfús bjóna á móti mér og fyrir bjöggum hérna sem hálfgerðir einbúar í göttunni, bjöggum á móti hvoröðrum, þá var leið bara eins og maður væri í staddur bara í helvíti, heilu veturnar að því að það var svo mikill berangur. Norðaustanáttin eða ekki? Já, nákvæmlega. En það sem að skeður eftir að byggðin fór að þéttast þar og fór að byggjast upp restina á lóðunum og svona, það bara breyttist veðurfarið í öllu hverfinu. Það gerist alltaf þegar byggt. Þannig að Geldinganes getur orðið gott hverju. Já, það ekki við þig. Þar viljum við, við viljum bara gera golfvöldu við þig. Golfvöll? Ekki nóg af þeim? Það bara, nei. Það vantar sérstaklega. Var ekki sniður að vera með golfarana þar? Korpuvellinu? Var ekki sniður að byggja á Korpuvellinu? Nei, það er gott byggingaland. Já, örugglega. En það nóg byggingaland þar í kring. Bygging sem hægt að vera að hafa. Ég held að við geti verið alveg farið saman að væri þar golfvöllur og útivista paradís fyrir borgarbúa. Það verður ekki einn það. En mér langar bara svo að taka það fram að það sem að ég finn úr mínu starfi að fólk kemur til maður sem sé áttu lóð. Nei, ég var enga lóð. Nei, mér langar svo að byggja. Já, nei, þú getur ekkert byggt. Það færi engin lóð. Það búið að vera í marga áratugi, sko. Já, ég held ég að við byggt síðast sótt lóð og skrifaði undir víxilni Reykjavíkurborg fyrir 30 árum eða eitthvað. En þá gat maður bara byggt sitt eigið hús. Og við sjáum þann draum geta orðið aftur. Þá þurfa að fara 30-40 ára aftur í tíma því að þá var lóðum úthlutað, það var litið á sem almanna gæði og við gotum bara að fara í biðröð eftir lóðinni. En síðan búið að bjóða þetta upp, þannig það eru bara einu ríkustu sem að aðgengi að mestu af fjármagninu sem kaupa lóðirnar. Já, og svo náttúrulega það nú eitt brandarinn hérna í borgarstjórn núna síðustu misserinn þegar borgarfulltrúar í minni hluta, það er að segja Sjálfstæðisflokk og fleirum eru Gassbrand og Gólandi yfir að Reykjavíkurborg hafi ekki rukkað nógu mikið fyrir þessa og hinna lóð sko. En síðan í næstu viku á eftir þá að tala um að Reykjavíkurborg sé að drepa niður alla byggingar að því að það sé svo dýrar lóðirnar og við viljum bara komast aftur á þann ballas að þetta er alltaf frambúð eftirspurn. Þannig ef við tekum eins og Sigfús bendir á Geldinganesi sem eru 400 hektarar, skipuleggjum þar blandaða byggð, einbýlisparhús, sérbýli og lágreist fjölbýlishús. Ef það er eitthvað sem við erum sammála um að hata algjörlega með öllu og heilum hug, þá er það þessi kubbaháhísi sem við teljum ekki mjög mannvæn til íbúðar. Og það sleppur alveg
inn í miðborgum og eitthvað slíkt en í útkverfum ekki mikil eftirspurn eftir einhverjum háísum og turnum og dóti. Á ekki að byggja höfðan svona meira og minna? Jú, það er komið í gang sko. Og ég verð nú að segja að það nú eins og vorum að benda á áðan 87% af öllum þessum eignum sem eru komnar á sölu og koma á sölu í síðasta ári allar óseldar, það villit enginn. Það bara mjög einfalt. Þetta líka mjög þétt og svona. Já, þetta ekki hvernig heldur það verði þá þétt? Í tímabili æskunni átti ég heima í ljósheimablokkunum. Ég veit ekki hvort þið muni eftir þeim 4 blokkir sem er röð. Í dag væri líka tróðið einni blokk á milli. Örugglega. Og Glóðafossmegin líka. Og Sólheimablokkinnar, það sem eru bara 3. En mér langar svo bara að taka fram það sem að Baldur er búinn að segja, og það að því að í samgöngumálum erum við bara einhvers staðar, ég veit ekki hvar. Það eru ein mislæg gatnamót sem geta gjörbreytt umferð í Reykjavík. Ég fer oft þarna bara og ég bara horfi á þetta gerast. Þetta byrja bara svona í hádeginu, þetta líka, náttúrulega mótnana byrjar þetta líka, en svo dreifist úr þessu klukkan 10 og svo byrjar þetta aftur í hádeginu, að það þessi teppa sem myndast í Bústaðavegi og Reykjanesbraut. Þessi tepp ekki bara þar. Hún leiðir eftir öllum Kleffsvegi bara alveg út á Sæbraut. Það liggur eins og angi í allar áttir. Já, og síðan fyrir hún upp Miklubraut og hún upp Bústaðaveg og þetta ein mislæg gatnamót. Þið kannið ein andmæli við þessu sem að segir að ef þú leysir þennan tappa þá kemur tappið bara annars þar. Já, það má alltaf segja það. Akkur er að lækna fólk, það kemur bara meira af einhver fólki. Það ekki alveg þannig. Jú, þetta bara nákvæmlega eins. Við hlustum ekki á slíkt. Þannig þið trúið því að ef það verður lögð þessi mislægu gatnamót að þá verði engin teppa. Ekki þar kannski. Það verður alltaf umferð. Við teljum að það þurfa að endurskoða samgöngumál í borginni. Það er búið að loka aðreinum og fráreinum í tugatali. Ég get keyrt á fullt af stöðum þar sem ég sé bara röð sem að næri ekki að komast yfir á ljósi. Ég held að sem líka því Íslendingar kunni ekki að keyra. Við getum ekki farið að vera. Þeir hanga alltaf á hægri akrin en það kemst ekki inn á. Já, það er búið að gera alls konar hindranir sem eru óþarfar. 4-5 gatnamót þar sem þú ert alltaf á hægri akrin eins og þetta var út af og teppir möguleika óþarf inn. En auðvitað, það verður alltaf traffík en ekki eins og hún í dag. Þetta er orðið galið. Hér eitt sem að ég veit ekki, kannski geti Snorri Másson verið með þetta. Samningur kynfræðslu í leik og grunnskólum sagt upp og henni hætt. Já, hann er örugglega búinn að pikka þetta frá okkur líka einhvern tímann í vetur. En af hverju eru þið með þetta? Þetta hljómar nú ekki kannski sem stórmál hjá mörgum? Nei, þetta er nú stórmál hjá foreldrum. Já, við heyrum mikið í foreldrum sem að vilja bara þetta út. Það er náttúrulega afskaplega einfalt að taka þetta bara út úr skólunum og þeir sem að telja mikilvægt fyrir barnið sitt að fara í slíkt geta þá leitað til þeirra sem eru með þetta á dagskrá. Í þessu tilfellinu er samtökin 78 að kenna þetta í skólunum, fá til þess styrk og halda úti. Við teljum þessa fræðslu ekki eiga að vera þarna. En allir foreldrar sem er andum að gera eitthvað fyrir barnið sitt sem þeir telja þeir fyrir bestu geta leitað þangað. En það er fullt af foreldur sem vilja þetta ekki inn í skólanum. En af hverju heldur fólk vilja þetta ekki? Finnst þetta bara ekki henda? Finnst þetta bara ekki passa? Segir sér bara sjálft að þetta er trublandi áhrif á námið. Við teljum að þetta eigi bara ekki heima inn í leik- og grunnskólum borgarinnar. Og það er bara okkar einlega skoðun og svo meðan alltaf aðrir hafa aðra skoðanir en þetta er okkar. Það er að skemmtilega við þessa stefnuskrákuna Snorri. Það er svona hlaðborð í vor fyrir kjósendur og þetta er rétturinn okkar og þeir sem vilja. Ég er að reyna að skilja ykkur. Já, við skiljum þetta. Er þetta kannski dæmi sem að þú nefndir áðan að þið séu bara gamlir kallar? Nei. Og samfélagi hefur breyst og þið hefur bara mistað af nokkru vögnum og það er það sem við gerðum. Kynjafræðin sé bara orðið normal. Við könnuðum málið og við komumst að því að allstað þar sem við áttum fund með foreldrum þá voru allir einhuga að þetta ætti ekki að vera inn í skólanum. Það sjálfsagt að bjóða upp á þetta eins og Sigfús sagði að foreldurum er velkomið að kaupa þessa þjónustu hjá til dæmis samtökunum 78 að þeim sem upp á hana bjóða. Þetta er bara alveg eins og það ég meina, eða var einhver myndir vilja hafa vera með eitthvað glamrat á píanó inn í miðjum kennslutíma. Þetta á bara ekki heima þetta inni. Það er okkar skoðun. Ég vil að tónlistarskólarnir fari inn í grunnskólanum. Já, það getur þá verið sér deild. Já, það er alltaf sér deild og vel hljóðinangur það nú tröfnum ekki annað nám. Það var mál í Þýskalandi sem að stúlka fór í. Það var nú eitthvað hérna árum áður held ég
Ég lærði á blokkflötu. Ég man eftir að hafa verið í einhverju. Skólanir voru meiri í miðstöð. Já, ég var í Laugarnesskóla í gamla daga og ég man ekki betur en að hafa verið eitt og annað sem maður gat lært á þar. En ég nefni þetta því það var mál í Þýskalandi sem vakti kannski ekki svo mikla athygli. Það var stúlka í efri hluta grunnskólan sem vildi ekki læra efnafræði. Og röki voru sög og hún var að læra á fiðlu og var í handbolta og hún mátti bara ekki vera að því að ræða efnafræði. Já. Og það voru foreldrasamtök sem stóðu hérna á baku þarna í þessum málaferlum þegar hún var að grafa upp hvernig þið endu hjá henni. Herðu, en þetta er nú auðvitað dagskrá. Þið viljið að fornám í íslensku fyrir börn verði á kostnað ríkisins og það held ég að sé svipað og þú ert að tala þarna með Garðabæinn og það, þannig að það sé eðlileg svona að kostnaðurinn leggist ekki á sum sveitarfélög umfram önnur. Akkurat. Einkarekni leik og grunnskóla. Þetta er samt svolítið stærra atrið að því við viljum hafa þetta fornám, það er mjög skýrt að nemendur, alveg sama hvers eðlis bara nemendur sem að tala ekki íslensku, þeir fari í fornámsdeildir innan skólana og þau fari ekki inn í almenna bekkjadeildir fyrir að þau eru komið tök á málinu og þetta hugsa við út frá hagsmunum þeirra barna sem umræðir og ekki síður íslensku barnana til þess að fá þetta flæði, frið og hugaró inn í kennslustofunar. Og svo fara ríklega þá hægt og bítandi inn í þessum skóla. Já, þau myndu þá frásogast. Og eitthvað fleira. Já. Þannig að þetta sé ekki miskilið. Þetta er bara, ég skil ekki að það er ekki svona. Þið eru ekki leggja til gettóskóla. Nei. En við skiljum raunar ekki. Allt þetta, allir þessi sérfræðingar og sálfræðingar og námsráðgjafar og fólk með masterskráðum í kennslufræðum og allir saman. Hvernig má það vera að einhverju tveir kallvargar utan bæ þurfa að koma með svona tillög? Akkur er þetta ekki bara gert? Ég held nú að margir hafa verið að ræða þetta og við höfum oft rætt þetta hér. Ég til dæmis stótti mín þegar við fluttum til Parísar, þá var hún í svona deild. En með að kjósa okkar borg, þá er vafinn farinn, þá verður þetta einfallega gert. Þar var í París, það eru 7 mínútur sem ég á að vera til þess að ganga til heimilislæknis. En ekki úr bílastæðahúsinu. Nei. París er mörguleiti... Þú ert ekki 7 mínútur að ganga til heimilislæknis í Reykjavík. Það er alveg klart. Miklu lengra. Miklu lengur. Ég þarf að fara í annað sveitafélag. En þú verður sennilega bara úti á liðinu. Einkarekni leik og grunnskóla fáið það sama og borgareknir? Þetta er bara eðlilega. Þetta er eðlilegur hlutur líka. Þrýstingur á ríkisstjórnum breytingu á peningastefnu sem er að þá breyta peningastefnu Seðlabankans. Já. Að breyta lögum Seðlabanka þannig að hann ef einhver önnu viðmið heldur bara verðstöðuleika. Já, sko, þarna erum við að tala um, við verðum að gefa pínu stutt dæmi með þessu og það er þetta er svo ferskt í minni, Rússastríðið og COVID og allt saman, verðbólga í öllum okkar nágrannalöndum og Evrópusvæðinu í heild, fór upp í réttum 12% meðan hún fór upp í 10,7 eða 8 hér. Þá tók ég eftir einu áhugaverðu og eftir að ég tók eftir því, þá er ég búin að vera friðlaus. Og það var að Seðlabanki, Evrópski Seðlabankin, sænski, danski, alveg sama hvar ég greip niður. Danir eru náttúrulega með sinn eigin gjaldmiðil, Svíar eru það líka, þeir eru þó að þeir séu í sem sagt í báðum tilfellum í Evrópusambandinu, þá eru Danir með krónu tengda við evru, ekki Svíar og svona. En það sem ég tók eftir yfir alveg við línuna, allstaðar nema á Íslandi, þá var greinilega sett þak á stýrivexti. Stýrivextir fóru aldrei hærra en 4%. Í neinum af þessu löndum og það er vegna þess og þetta hefur þú sósíalistin Gunnar Smári nú gaman að því heyra það er vegna þess að þegar þetta er komið upp í 4% þá er það svona þolmarkið sem að menn telja að fjölskyldur og fyrirtæki beri eftir að 4% stýrivaxtahækkun er komin í hlusta nú á, hún var 12% stýrivextir 4 eftir 4% þá líta greinilega, þá er peningamálastefna þannig í þessum nágrannalöndum okkar að þá verða að vera svo góð aðilar, fjármagnseigandinn og lántakinn að taka boltal saman eins og þetta er riggað hérna heima, þetta er bara riggað hér á Íslandi. Þá er það þannig að því meiri verðbólga, því meiri óstöðuleiki, því meira græða fjármagnseigjendur. Og þeir fara það djúpt í vasana hjá okkur. Félagi minn er með húsnæðislán, hann er með 2 eignir, ein í Kópavogi, Hafnarfirði sig, eina í Gautaborg, keypti á sambærilegum tíma, sama upphæð á láni á báðum og þetta er sönn saga. Hann er að greiða 497.000 af íslenska láninu, tæpar 200.000 krónur á hinnu, 187.000. Eini munurinn er sama tímalengd á lán og allt saman vextir.
En þegar þú heldur þessa ræðu í kosningafundi á RÚV, að þá mun spyrjandi segja við þig, en af hverju býrðu þú ekki fram til þings? Þetta er ekki verkefni borgarstjórnar. Jú, það sem að akkúrat, gott þú kemur inn á þetta, hvað þegar ég segi þér að Reykjavíkurborg, langstærsta sveitarfélag landsins og ég held að vægið innan þar af leiðandi langstærsta sveitarfélag innan samtaka íslenskara sveitarfélaga. Eitt stærsti skuldar á Íslandi. Já, gríðalegt hagsmálαμál. Þetta er gríðalegt hagsmálαμál fyrir öll sveitarfélög og ríkið, ekki síst ríkið sjálft, sem greiddi 120 milljarða í vexti á síðasta ári. Þegar svona stórt entity eða fyrirbrigði eins og Reykjavíkurborg segir hinga á ekki lengra, nú setjum við þrýsting á stjórnvöld að þau bregðist við þessu rugli, að við tökum upp einhvers konar mennsku að þessari villimennsku linni, ég skipti fyrir öll á Íslandi, þá verður ríkið og dömurnar sem þar sitja, að mannskapurinn, þá verður þau að hlusta. Við treystum okkur fyllilega að taka hann slag, blóðugan slag, alla leið, til þess að sjá til þess að íslensk heimili og fyrirtæki fái eðlilegt rekstrargrund umhverfi á pari við það sem nágrannar þjóðir eitthvað að gera og þá koma fjármagnseigendurnir með rökin, já þá lánar enginn, ég sagði ok, bankastofnun sem á 100 milljarðar til að lána, ætlar þá að fá 0 í vexti eða 4 milljarðar. En ástæðan fyrir því að spyrillinn á RÚV mun spyrja það þessu, er það að þú stillir þessu upp eins og að Reykjavíkurborg eigi að vera baráttu tæki íbúa Reykjavíkur gagnvart ríkisvaldinu. En aðrir munu segja, já, en ég kýs líka til þings. Þótt ég bý í borginni, ég kýs þig til þess að fara í ráðhúsið, svo kýs ég hann eða einhvern annan til þess að fara í þingið. Það alveg sama. En þú færði ekkert umboð raunverulega frá mér til þess að reka mín mál á þinginu. Jú, ef að þú kýst þennan vel nú rétt að hlaðborðinu og kýst okkar borg, þá veistu að þetta er eitt af stóru málunum sem við munum fara í, þegar þú veist að jafn vel og við, Gunnar, að þetta er alveg gríðarlega mikið órétti sem er í gangi. Við viljum fá stöðuleika hérna. Kannski ekki sá sem er að lána. Nei, að sjálfsögðu ekki. Spurðu þið bara Arjónbanka, viljið þið lægri vexti? Já, ég þekki nú öfluga fjármagnseigendur sem að horfa á mig eins og ég sé með Holsveiki, en ég læt það ekki á mig fá. Herðu, síðan koma megin markmið og þau svona hljóma hagur, lífsgæði og framtíð borgarbúa skulu ávallt verið í forgangi. Reykjavík first, gæti þetta heitað, setju borgarbúa í fyrsta seti. Og þá kem ég aftur að það sem við byrjuðum, að borgarbúar, mín hugmynd borgarbúa og þín hugmynd borgarbúa ykkar kannski önnur. Allir borgarbúar sem eru konir með íslenskt ríkisfang búa hér á Íslandi, stunda hér starf og eru með fjölskyldu. Já, sorry, við skulum sleppa því. Ég var nefnilega í framboði til Alþingi síðast. En málið er að sjálfsög allir borgarar sem eru konir hér að taka þátt í þessum með okkur, lítum við á sem borgarbúa. En nágrannar mínir sem er fjölskylda frá Afganistan og strákar frá Ghana, þú flokkar þá sem borgarbúa líka? Já, ég veit ekkert þá. Af öllum líkindum ger ég það, en ég veit ekki meir. Ég nefnilega líti ekki á skipulega glæpamenn sem koma frá alls konar löndum, sem eru múin að brjóta hérna af sér árum saman við eigum náttúrulega okkar glæpamenn. Já, og við eigum nefnilega nóg. Þurfum við að flytja þá? Við þurfum ekki að flytja inn. Það er ekki vöntun á glæpamenn. Þetta er svo skrítin þetta er svo skrítið þegar þið segir þetta. Þetta er svo skrítið, við erum líka með glæpamenn og allt það. Já, komið þá allir hérna, það eru glæpamenn á Íslandi. Málið er kannski að þú getur ekki séð fyrir. Það er svo einfalt. Þá bara henda þeim út. Það kemur hinga fólk. Akkurat. Og þú hefur fólki sem býr hérna, að þá ertu með svona það umburðalindi að ég meina sumir bara bugast í lífinu og tapa áttum og ég meina við erum alveg til að rétta þeim hjálparhönd og ég vonum að þeir rísu upp sérstaklega. Að sjálfsögðu, en það er þetta. Við þurfum að hjálpa börnum. Hvert eigum að vísa Íslendingum til Noregs? Ef þú kemur til Íslands, færð atvinnuleyfi, dvalarleyfi, ríkisborgararétt, alveg sama hvað það heitir. Þú kemur til Íslands og það kemur í ljós að þú ert ótíndur glæpamaður og ert til dæmis í síbrotum, nauðgunum eða hverju sem er, það á undantekningarlaust að svipta viðkomandi öllum leyfum og senda hann úr landi. Og ég minni bara á að any given day, svo ég sletti nú, svona liggum við sama hvenær ársins við grípum niður, veistu þá hvað margir fangar í fangelsiskerfi
landsins eru erlendir. Eru túristar? Nei. Já, þetta eru burðardýr? Nei, það er ekki málið. Það hefur komið fram, það hefur afbrotafræðingar komið fram og greint þetta. Þú segir ekki bara að þetta er allt túristar, það er ekki þannig. Við vitum að það er skipulega glæpastarfsemi hérna. Jú, en það er fólk sem kemur hingað inn á vegum fjölþjóðlegra glæparinga til þess að flytja hérna inn. Fólk sem aldrei komið til Íslands. Það eru fjölþjóðlega glæparingi starfandi í landinu. Tekið með eiturlyf á hérna Keflavíkurflugvelli og er dæmt í 7 ára eitthvað og situr inn á liðurunni. Nei, og þar kemur nú með mistök nummer 1. Ekki reyna þetta. Ef að tala hælislendur sem er búið að sennilega senda úr landi núna, sem hótuðu vara ríkissaksóknara lífláti. Viltu ræða hann? Var hann túristi? Ef þú vilt hérna ræða... Maðurinn sem að myrti stúlkuna út á vestur í bæ með hrottafengnum hætti, var hann túristi? Þú getur tekið svona dæmi... Þú getur líka tekið dæmi. Þetta er dæmi um einstakling. Þetta er mjög einfalt. Þú vilt draga þá mynd... Ef þú kemur hingað... Þú vilt draga þá mynd að maðurinn sem hótaði ríkissaksóknara, sem var frá Sýrlandi, ef maður rétt, að það sýni hvernig fólk frá Sýrlandi er. Nei, það er ekki mín orð. Akkur þetta alltaf að snúa allir við. Sko, þú minnir mig á ákveðna konu, ég ætla nú ekki að nefna hennar hérna og móðga þig með því, heldur alltaf ég bara að segja við þig, við vorum að enda við að segja að þeir sem koma hingað reynast vera brotamenn, þá að svifta þá dvalarleyfi og senda þá beint úr landi. Meira sé að gengi það á. Það var þá. Það var þá allt í einu allir konir í stuð. Ég heyrði þetta ekki fyrir 8 mánuðum. Þið hafið búið það til. Ég er ekki að segja það, við heyrðum þetta ekki fyrir 8 mánuðum. Ég hefur ekki nokkrum vafa það að þessi hérna vinna sem að sérstaklega Sigfús hefur lagt í þetta hefur skilað sér. En við skulum líka átt okkur á því, Gunnar, að það er ekki gott fyrir íslenskt samfélag að allir þessi svokölluðu túristar eða hvað þú vilt kalla þá, sem eru 70% af föngum en í gifin degi, þeir eiga ekkert að vera í íslensku fangelsi. Íslensk stjórnvöld eiga að semja við þeirra heimaríki eða bara hvert sem láta þá afplána annar staðar, jafnvel vísa þeim úr landi með eilíðar endurkomubanni, eilíðar. Þú sækir ekki einu sinni eftir 100 ár í staðin fyrir að fylla hér í íslensk fangels og eyða milljörðum. Og við sækjum þá okkar fanga til hérna Brasilíu og Spána. Við verðum bara að sjá okkar vandræða gemlinga. Algjörlega. Ég man eftir því, ég mun ekki þegar það var hérna Malakafanginn. Já. Þannig að þið voru hlindir á því. Ég er alltaf hlindur því að ef við erum með eitthvað helvitis pjakka, þó ég ægi nú ekki að bölva, eða bjefans pjakka, eitthvað staðar að gera eitthvað skandal, þá verðum við bara að axla ábyrgð og taka við ösnunum sem að uppeldi hjá okkur mistóst á. Það er ekki flókið. Herðu, ég veit ekki með ykkur með skaman að þessu spjalli. Jú. Sigfús Aðalsteinsson sem er í 1. sæti í framboðslista okkar borg. Eru komið með listabókstaf? Nei, við erum að bíðum spenntir. Þið mælist ekkert í könnunum? Við erum ekki með í könnunum. Það er betra að vera með í könnunum. Þannig að könnunafyrirtækin bjóða þeir sem taka þátt ekki upp og Gallup er núna í annað sinn í dag að hérna vísvitandi að halda okkur utan við sína kannanir og ég veit nú ekki hverju það en þetta er ekki alveg rétt. Það var gerð könnun, ekki náttúrulega hjá þessum myrtu fyrirtækjum heldur hjá Vísi og Bylgjunni í síðustu viku. Sem að fólk getur ringt inn. Já, nei, ekki ringt, þú gerir þetta á netinu. Það er ekki beintkönnun. Nei, ég veit það, en notabenni, 10.000 manns, 10.000 manns tóku þátt og þar voru við nú bara með 2 menn inni, rétt hæpp 7%. Og hafið trú á því að þið verði borgarfulltrúar báðir? Við höfum að sjálfsögðu trú á því, við höfum trú á því að Hlynur Áskelsson, okkar ágæti maður í 3. sæti, hann verði inni líka, annars væri við ekki að þessu. En þá þurfum við eiginlega að stela umræðunni í aðdraganda kosninga. Já, það eina sem þarf að skýja er að þegar fólk verður að hlusta á þetta og skilja hlutin. Þegar þú kemur á hlaðborð og þú sérð eitthvað nokkra rétti, þú sérð þessi lúkka langbest, þá færðu þið þann rétt bara og sá réttur heitir okkar borg. En þannig kýs fólk alltaf, sko. Hvað er sérstættið? Já, það er ekki alltaf þannig. Heldur að fólk komi á hlaðborðu og sjáu býtu, það er allir að borða gúllas og best að fá sér gúllas. Já, nei, þú gleymir einu faktor. Og Sigfús þekkir það þegar vinir okkar í sjálfstæðarflokkum og miðflokkum og fleirum þeir ganga núna borg og bí meira segja fyrir framan andlitið á manni skilur ósýtinni slík
og segja, þú ferð ekki að kjósa okkar borg, þá ertu að henda atkvæðinu þínu. Þannig að eitt af fyrstu slagorðunum sem við bjökkum til og hendum út í kosmóið var, ekki kasta þínu atkvæði á glæ, kjóstu okkar borg. Við ætlum að reyna að þakka svolítið niður í þeim með þessu, en það virkar ekki. Það er eins og maðurinn sagði, og ég veit að þú þekkir þetta, Gunnar, sá sem að ekkert hefur fram að færa sjálfur, mun benda á keppinauta sína og segja ekki kjósa þá þetta henda atkvæðinu, kjóstu mig. Þetta er skilaboðin hjá fólkinu. En við vitum að kjósendur eru nú sem betur fer, flestir velgreindir og munu velja rétt þegar því kemur. Það eru rúmið 3 mánuðir sem við höfum til þess að kynna okkur betur. Já, við notum þá vel. Við notum þá vel. Þannig, og þið hafið trú á því að þið hafið umtalsverðan stuðning. Þið séu ekki eitthvað svona skrítið jaðar framboð. Hvað sagði það áðan, pirraðir gamlir kallar? Já, við erum alveg klárlega með hluti á okkar stefnusgrá sem að fólk vill. Við veitum það bara vegna þess að fólk er búið að biðja okkur að koma þessu áfram. Við brennum fyrir þessu. Ég veit ekki hvort það kom fram hjá Baldur áðan. Okkur vantar ekki vinnu. Það er alveg klárt, við höfum báðið vinnu. En við bara brennum fyrir þessum hlutum og við viljum bjóða fólki upp á þá. Nú, ef það kemur í ljós að fólk vill þá ekki, þá er svo og við höfum bara rangt fyrir okkur. Það er bara einfalt og engin særindi með það, en við höfum gaman að þessu og þetta er svona, þú veist, þegar maður er með svona hugsjón, þá finnst okkur ekkert mál að taka hann að slaga fram í miðjan maí og láta á það reyna hvort að fólk vilji velja hennar rétt af seðlinum, sko. Herðu, gaman að borgarmálinu við ykkur, Sigfús og Baldur. Kæra þakkir. Kæra þakkir fyrir okkur og boðið. Við ætlum að þetta verða lokin á rauðaborðinu í kvöld, tókum vel og gestunum sem hingað komið og Birni Þorláks og Sigurður Magnúsi fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út ykkur mest sem hafi breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á allt sem þið sjáu hér og heyrið er í boði áskrifenda. Ef að þú vilt tryggja að samstöðin haldi áfram og eflist jafnvel, þá ættir að slást í þann hóp. Þú getur gert það með því að fara inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskristin sem er 2750 krónur sem er að setja sér hlægilegt verð með efni sem við búum til hérna. Þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið. Það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er orðið gott í bili. Við sjáumst þetta á morgun klukkan 16 eða 4 í eftirmiddagina. Þá höfum við það sem við köllum vikuskamt, förum við fréttir vikunnar og reynum að hafa gaman að því. En takk fyrir bili og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.